Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ókei. Gleðilegt sumar. Það gleðilegt sumar. Já. En manstu, leður búin að segja þetta, þá erum við búin að staðsetja þáttinn. Nei, ég ætla að segja gleðilegt sumar í allt sumar. Í allt sumar. Gleðilegt sumar Gleðilegt í allt sumar. Já, ég segi eiginlega bara gleðilegt sumar við alla alltaf. Já. Sem sagt, eftir sumardaginn fyrst. Já. Herðu, ég kom með fílinn Ég er ekki að segja þetta á jólunum. Og andarungan. Já. Ég er búin að komast að því að þetta hlýtur að vera litli ljóti andarungi. Þetta sem sagt svanaungi. Heldur það geti verið? Heldur það geti verið að ég sé ekki önd, heldur sé ég svanur. Finnst þér meiri virðingarstaða eða þú ert svanur? Nei, mér fannst bara svo leiðilegt að eyða heilum þætti í að vera önd, en svo væri ég kannski bara svanur. Nei, mér fannst mjög flott að vera önd, sko. Mér fannst það mjög Hvernig átti mér þá að líða með að vera fíll? Það sko, fíll bara efsta stig. Það bara, fíllinn efsta stig hjartatengingar og bara, já, það bara ógeðslega kúl að vera fíll, sko. Fannst þér það ekki? Ég veit það ekki, mér fannst það svona svolítið, þegar þú sagði það við mig, þá fannst mér svona típist í eitthvað svona fyrirferðarmikil og svona dálítið brussuleg típa og þannig að ég meina, jú, ég get alveg séð fílinn í sjálfri mér. Fíllinn eldberi, sko, hann bara Heyrðu, en ég sá þátt í sjónvarpinu í gær mjög fríkuð spendýr. Og nú man ég ekki hvað spendýrið heitir, en þetta einhvers konar svona possum eða pókarottu tegund. Já. Og nú man ég alls ekki hvar í heiminum hún ég held að þetta hafi verið í Ástralíu, ég sá bara svona brot úr svona dýrlífsþætti. Og þetta eina spendýrið að ungarnir, þeir koma út húðina á henni eins og litla lifrur. Og hún fæðir alveg bara rosalegan fjölda af litlum lifrum sem eru börnin. Já. En bara nokkur, af því hún bara með einhverja 12 spena. Bara þau sem ná spenunum fyrst, þau lifa. Restin bara deyr. Og svo hangir þessi pókarotta með litlu lifrurnar á sig. Þau fæðast sem sagt, koma út húðina á henni, alveg á fósturstigi og hengja sig á gervustuna og hanga þar bara í, hvað var það sagt, 14 vikur. Vá. Já. Og þá eru þau laus af spena en eru svona rosalega hændamóðurinni. En þetta eina spendýrið sem fer svona að. Hugsaðu ef að börnin okkur hefur kannski bara komið út nefið okkur eða bara allt í einn daginn, maður hefur verið að setja á sig brjóstar alltaf, það hefur komið eitt barn bara svona út úr bringunni. Já, einmitt. Og svo bara hangið á gervustunum. Já, annað út úr bakinu og einhverju sagt, Dóra mín var að eiga barn og tekið barn sem væri svona á öxlina þess. Já. Ég að horfa á að það rauður punktur á mikrofónunum hjá okkur en ekki grænn. Ég að spá hvort að batteríið sé fyrir að búið í mikrofónunum af því ég tók hann úr hleðslunni hérna áðan. Það eins og ég hafi ekki ýtt þeim almennilega niður á hleðslustöðina. En ekki ennþá eitthvað ljós? Það rautt ljós en ég svo hrædd að það heyrist ekki að segja þetta að segja. Ég ætla að slökkva og bara vera alveg viss, sko. Horfðu á mig. Já. Finnst þér ég ekki sæt? Jú, finnst þú mjög sæt. Veistu það, og ég sætari eftir ég fékk mér gleraugu, finnst mér. En ég held að sé eitthvað með að ég svona búin að breyta ásýn minni. Þetta svona, þú ert svona dýrari típan af Halldóri þegar þú ert með gleraugun. Já. Alveg, algjörlega, sko. Sjáðu gleraugun. Já. Heyrðu, ég ætla að segja meira frá Akasíu-skjölunum sem vorum að tala síðast. Að ég sagði manninu mínu frá þessu og hann var bara, þú ætti að vera með hinum megin, manstu að því að þú talar svo hátt, þá þarf mækurinn að vera hinum megin. Ég sem svo blíðmæl. Það svo mikið tvang í röddinni þinni. Heyrðu, hann var svo spenntur fyrir þessu og við vorum á leiðinni upp í bústa og vorum eitthvað að hlusta, hvað þetta þessi? Akashic Records og við ákváðum að finna, það hægt að finna á netinu
svona hugleiðslur, bara online, eða svona. Við settum það á og við fórum svo djúpt. Og svo við fórum alveg bara inn í eitthvað, og þú leiddur inn í eitthvað bókasafn og you find the book that draws you to you, eitthvað svona, þú veist, og alveg bara ofsa hægt, en þetta var mjög góð hugleiðsla greinilega. Og ég var bara komin eitthvað til Grikklands og komin aftur í eitthvað, eins og ég væri í einhverju leynireglu og maturinn væri bara færður okkur, þú veist, ég fer alveg inn í ævintýrið, sko. Heyrðu, svo fengum við heimsókn og við bara, kom heimsókn og við bara, slökktum á þessu og svona hættum í hugleiðslunni. Hún var búin að segja okkur hérna á námskeiðinu, hún Jósa sem var með þetta, að hún hefði ekki gleymt að loka skjölunum aftur þegar hún fer inn í þetta. Og hún hefði verið svona mjög rugluð út í búð og hefði þurft að fara út í bíl að loka sér og segja svona, the records are now closed. Heyrðu, daginn eftir fer Nico í vinnuna og svo hefur hann sambandið með svona tvöleitið og segir, heyrðu Dóra, ég held að við höfum gleymt að loka þessum skjölum þarna í gær. Já. Ég bara eins og ég sé tveimur heimum og ég var á nákvæmlega sama stað. Þannig að eftir vinnu kom hann og pikkaði mig upp og við keyrðum hérna út á Granda og horfðum út á hafið og hlustuðum á lokin á hugleiðslunni sem við náðum ekki að gera af því við fengum heimsókn til þess að loka Akasíu skjölunum aftur. Finnst þér þetta ekki geggjað? Jú, mér finnst þetta alveg geggjað. Þetta bara, sko, fyrir mér þetta bara, sko, maður með kveikt á innsæinu eða maður með lokað? Nei, þetta var miklu meira en það. Já. Ég meina, þú getur alveg með kveikt á innsæinu en ekki liðið eins og þú sér svona Já. Ha? Ertu svona þegar þú ert með kveikt á innsæinu svona? Nei, en sko mér finnst þetta vera orðið svona viðvarandi ástand hjá mér að vera inn í heiminum og út úr heiminum. Já, en ég var bara, já, ok. Skilurðu? En ég skil alveg hvað átt við, þetta er svona, en hvernig ég forvitin, hvað fannst ykkur? Ég upplifði bara eins og ég væri bara í, svona eins og í Eternum? Eins og ég væri í þoku, svona eins og ég væri að dansa á milli og ekkert væri alveg skýrt. Þetta er ekki gaman. Rosalega gaman, Já. En ofboðslega var ég þreytt þegar þetta var búið. Já, það er nefnilega, þegar maður er með innsæið galopið, þá er maður nefnilega komin í vinnu hjá alheiminum. Heyrðu, svakalega Nei, sko, bara fulla vinnu. Já. Og það er eitthvað kaffipásur. Nei. Nei, þegar innsæið er mjög opið, þá er allt sem maður segir próf og gerir. Af því að þú veist, það kemur alltaf eins og þangi, hvað ertu að segja? Það er eins og maður þurfa að ritskoða sig dálítið þegar maður er í svona mikilli opnun og svo er maður líka að taka inn alls konar upplýsingar úr umhverfinu sem eru kannski bara, maður veit ekki alveg hvað eru. Skilurðu? Og einmitt veldur stundum svona, því að maður er kannski pínu svona ringlaður. Ég upplifði það, að ég væri svona ringluð. En varst að fá svona einhver niðurhöl af einhverjum upplýsingum? Ekki eftir að við fengum gest. Nei. Þú veist, þá er ekkert í þessu, sko. Nei. Og ég held að ég sé mér mjög sterkt innsæi alla jafna alla daga, sko. Já, ég held að þú sést það líka. En ég var meira að spá í hvað það er öflugt að láta leiðasýninga, að það er búin til einhver heimur og kannski er hann til, þessi Akasíu skjöl, að með því að fara í gegnum þetta ritúal, að láta leiða sig þarna inn, að ég þurfi í alvörunni að láta leiða mig þaðan út og loka aftur. Það er og að ég var, og við bæði vorum bara, heyrðu, þetta er eitthvað, heyrðu, og það er hann sem, mér er Nico, sem hringir í mig og segir, ég held að við verðum að loka betur með þessum skjölum. Já, fyrir þá sem er að hlusta, hann er svona frekar skeptískur maður. Hann er bara vísindamaður. Með taugalífeyrisfræðingur, þú veist. Einmitt, en mér finnst þetta rosalega skemmtilega, þessi hugmyndum, svona, þú veist, hvað sem það er. Þá er hugmyndunum það að allt sem hefur gerst, mun gerast, öll vitneskja veraldarinnar sé í einhvers konar svona alheims bókasafni sem er ekki bara bókasafn heldur bókstaflega bara
ég bara upplýsingar allt sem var, og verður. Já. Hún rosa skemmtileg. Rosa skemmtileg og svo var svo gaman að því við fórum líka svona inn á podcast þetta, eitthvað svona, þegar við vorum á leiðinu upp í bústað og segja, hvað er þetta? Þá var kona að segja frá, sumir trúa því að þú getur líka farið upp í Akasíu Records fyrir sko lífverur frá öðrum hnöttum en aðrir segja að það alls ekki hægt. Og Akasíu skjala heimurinn, hann hefur splittast í 2 heima. Þeir sem að trúa því að þú getur fengið vitneskju um lífverur frá öðrum hnöttum og svo þeir sem segja að þú getur alls ekki fengið. Og þetta fannst mér svo frábært, af því að það alveg sama hvað það fólk veit alltaf hvað rétta leiðin og hvað ranga leiðin. Já, þetta það, sko, mannkynið sko sérfræðingar í sundrungu. Já. Að geta aldrei sko verið saman í liði, þurfa alltaf að vera að skipta sér í hópa með eða móti. Og svo það, þegar þú ferð þarna upp, gættu þín að festast ekki skjölunum. Það ekki það sama á Akasíu-skjölin, þannig að þá þetta orðið bara líka flókið. Ég svo jarðbundin að mér finnst best að festast í Napóleon-skjölunum eftir Arnald Indriðason. Já, við skulum vera þar. Nei, en Dóra, sko, þetta Nei, það einu sinni eitt kerfið sem ég fæ áhuga á og finnst alveg sjúklega skemmtilegt og ég ætla að gera þetta meira. Ég ætla að fara oftar þarna upp í skjölin, sko, af því þetta var í alvöru ævintýraferðir, sko. Og ég elska svona ævintýraferðir. Ég meina, bara allar stundir þar sem maður nær að vera með sjálfum sér, þú veist, og sínum hugarheimi eða sínum tilfinningum eða bara whatever kemur upp, það náttúrulega bara dýrmætt stundir. Dýrmætt og svona, fara í svona sálarferðalag. Ég upplifði þetta sem svona sálarferðalag. Og svo samt alltaf einhver sem veit betur. Þú átt að gera þetta svona eða svona og það má ekki gera það svona eða svona. Og það finnst mér svo skemmtilegt líka. Já, en þá okkar að lesa skoðanir annarra ef við höfum áhuga á því. Algjörlega. Og samt þetta fólk sem segir að þetta sé svona eða ekki svona með á rosalega aðgang að Akasíu-skjölunum og væntanlega getur það bara talað þetta við Akasíu-skjölin. Þannig að sum skjölin sögðu svona, hinn sögðu svona. Mér finnst alltaf svona eitthvað til að forðast þegar fólk svona alveg visst í sinni sök. Men leið að fólk alveg visst í sinni sök, þá byrja ég að efast. Já. Og það átómatist sem það gerir hjá mér. Og það ekki að vilja, en þú veist, og það ekki eitthvað svona að ég sé bara einhverju svona eðligslegri mótþróa gagnvart í. En þegar fólk svona ofboðslega stíft fyrir á einhverju, þá hugsa ég, þetta eitthvað skrítið. Þú þarft ekki að verja eitthvað svona mikið ef þú ert viss. Heyrðu, Þú nefnilega sleppir alveg tökunum ef þú ert viss eitthvað, þá þarft ekki að sanna neitt. Heyrðu, ég akkúrat öfugt. Ef einhverju svona rosalega sannfærir eitthvað, þá ég bara, guð minn góður, þetta geggjað. Þú veist, enn einu sinni segi, eins og þegar hún sagði, hún kæmi frá Galaxy of the Rose. Og ég var bara, af hverju enginn búinn að segja mér frá Galaxy of the Roses? Ég man ekki hvort það var Roses. Þá ég bara, þetta til? Svona eins og Jacques Brel sem að þegar hann syngur lögin sín svo, bara þú veist, nömmu, kítu, ba! Þú veist, hann gerir það bara af svo miklu offorsi og hann fyllir svo orkuna út í rýmið að ég bara, já, þetta satt. Þetta sambarilegt? Eða ég að rugla? Nei, ég skil hvað átt við vegna þess að ég get orðið svona mjög meðtekinn þegar fólk mjög innblásið og að segja mann eitthvað sem að það sjálft mjög spennt fyrir og veit mjög mikið en leið og það segir ég handhafi vitneskjunnar, það rétt sem ég hugsa, hvernig ég skilgreini hlutina og hvernig ég kem þeim frá mér, það rétti hátturinn til þess að meðtaka hlutina, þá segi ég nei. Ég get alveg hrifist af sko ástríðu fólks. Innblásinni manneskju. Já, innblásinni manneskju að tala og ástríðu fólks. En ef það leið og það segir, ég ein hef rétt fyrir mér, aðrir gera þetta vitlaust, þá missi ég áhugann. Eða missi ekki áhugann, þá byrja ég að efast. Og þá hugsa ég, já, ég þarf að kynna mér hina hliðina líka. Þetta bara einhver átómat í mér og það ekkert svona fyrirfram fordómar. Ég geti svona hallast að því sjálf, seinna að vera sammála einhverju, en ég þarf að finna út úr því sjálf áður ég get myndað mér einhverja skoðun á því. Ég var að hlusta á Adja Shanti í morgun á leiðinni úr ræktinni
Það er adjacent, ég er nýbúin að ná að tengja Audible við síman minn, þannig ég get hlusta á hljóðbækur. Til hamingju. Takk. Þetta er skála fyrir því. Já, skál fyrir því að ég get hlusta á hljóðbækur, en þarf ekki bara að hlusta á þegar Nikko er að hlusta á sínar. Nei, Af því að við erum með fjölskyldu-account og hann náði loksins að láta mig komast í gegnum hann í gærkvöldi. Ágættur vinur okkar sameiginlegur sagði maður þyrfti að hlusta á þessa bók allavega 3 sinnum. Ég er búin að hlusta á hana 2 Já. Og ég ætla að hlusta á hana 3 Já. Vegna þess að, þú veist, ég er líka svona dálítið í stemningunni, maður á að hlýða þegar maður fær svona skemmtilega fyrirmæli eins og út að hlusta 3 á hana. Já. Og þetta er eitthvað svo absúrt Já. að ég til í að hlýða því. Og Af því að mér fannst sko... Hvað heitir hún aftur? Hún heitir The World That I... The World Within? Nei. Nú verðum við að googla þetta. Já, þú ert En sko, þú veist, þetta er frábær bók fyrir fólk sem er svona einhvern veginn að, já, hvernig hún segja, skoða líka rýmið, eða eterinn. Já, og svona bara... Awakening, hann talar rosa mikið um awakening. Já, þú veist, að vakna til já. vitundar lífsins og lifa lífinu til fulls en vera ekki einhvern veginn bara einhver leikari í einhverju leikriti sem að, þú veist ekki alveg hvað þú átt að gera. Og þetta er svona andleg leitans, hann er mjög jarðbundinn. Mér var svolítið erfitt að hlusta á þessu bók af því mér varst röddin hans ekki skemmtileg. Þannig ég var svona að reyna að finna mér afsakanir til að stoppa á leiðinni, sérstaklega í gegnum fyrstu bókina, sko. Fyrsta skipti ég hlusta á það. Og þetta eru dálítið erfiðar kennslustundir, sko. Já, og það sem ég var að hlusta á í morgun, af því vorum að tala um þetta, þú veist, einhver er svona samfæður um að eitthvað í sannleikurinn. Hann var að tala um í morgun, það er í 3. kafla, hann var að tala um sannleikan, þegar fólk, þú veist, það vaknar og það verður, eða þegar fólk er handhafi sannleikans. Og þá sagði hann, sannleikur er, og ég tók þetta bara til mín, sko, sannleikur er ekki skoðun. Nei. Sannleikur er alltaf, felur í sér eitthvað um sjálfan þig, það felur ekkert í sér um aðra. Nei. Sannleikur er speglun inn á við. Og mér fannst gaman að hlusta á þetta því að Hvernig skilur þetta? Ég skil þetta þannig að við, og hann sagði sko, ég er ofta að tala um sannleikan, þú veist, í fyrirlestri og svo hitti ég, og hann segir þessa sögu í bókinu sem hann sagði í morgun, svo kemur einhver til minn, heyrðu, þú varst að tala um sannleikan í gær og svo bara hálftíma eftir fyrirlestur þá kom einn maður sem ég búin að þekkja mjög lengi og sagði mér allan sannleikan um hvað hún hefur fundist ég vera ömurlegur undanfarin 10 ár. Og þá segir hann adjacenti, hann segir, já þetta er þess vegna sem ég er hræddur um að tala um sannleikan við fólk, af því að fólk ruglar oft skoðunum sínum saman við sannleika sinn. Sannleikur er aldrei afstæð þín til annars fólks. Nei. Því að ef þú ert í raunverulegum sannleika þá veistu að allir eru þú og að og þú ert komið með getu til þess að greina á milli hugsana þinna sem er bara point of view frá ólíkum stöðum til þess að horfa á einhvern kjarna en eru ekki sannleikurinn. Heyrðu, mér finnst þetta mjög skemmtilegt vegna þess að það var einhvern tíðan í fyrra, það var einhver rosaleg umræða upplýsing og óreiðu og hvað verið erfitt að, þú veist, taka mark á fréttum og allir fréttaflutningur orðinn litaður og erfitt að vita hvað er rétt og hvað er satt. Og þá var ég myndið að hugsa, sko, fjall er satt, haf er satt, fossar og jörð eru satt. Það er eiginlega það eina sem maður bara veit að er satt og bara þegar maður sér það. Já, bara. Meðan maður er að horfa á það. Já. Þegar einhver er að segja mér frá einhverju fjalli sem ég hef ekki séð sjálf og lýsir því fyrir mér, þá get ég reynt að gera mér í hugarlund byggt á lýsingum viðkomandi, hvernig fjallið er. En það er samt einhvern veginn ekki orðið að veruleika fyrir en ég sé það. Og þá er það satt. Skilurðu, þegar ég sé það og skynja það inn í mér. Skilurðu? Já. Já. Jú, ég meina það er satt þegar þú segir mér að þú sért leið. Þá er það er satt. Það er ekki skoðun, það er líðan. Eða hvað? Já, ef þú ert leið og segist vera leið,
þá finn ég það. Já, þú getur farið Meira heldur en þú segir það. Ef þú segist vera leið og ert ekkert leið, þá finn ég líka að það er ekki sannleikur. Skilurðu? Þá hugsaði maður, af hverju er hún að segist vera leið og hún er greinilega ekki leið? Af hverju segist vera leið? Mér Já, finnst hún vera bíddu, svona pirruð. Já, er hún ekki, hvað býr undir? Er hún kannski reið? Skilurðu, eða er hún sár? Eða hvað er það, sko? Allavega, þetta er mjög Sannleikur skemmtilegt. eitthvað tengist eitthvað heiðarleika, auðvitað. Gagnvart sjálfum sér. Gagnvart sjálfum sér, sko. Og það er ekki heiðarleiki að segja öðrum skoðanir þínar á þeim. Það er engin sannleikur. Nei. Og það er bara... Það er bara þín upplifun á einhverju og... Já, og það er líka bara sjónarhorn. Það er bara og svo var hann mikið að tala um frelsi í þessum kafla líka, þú veist, hvað er frelsi? Frelsi, þú veist, það er ekki frelsi einstaklingsins til þess að vera eins og ég er. Frelsi er að gefa öllum öðrum frelsi til að vera eins og þeir eru. Það er frelsi. Frelsi er ekki, ég má segja þetta, ég má gera þetta, ég má lifa svona, það er ekki frelsi. Frelsi er að leyfa öðrum að vera nákvæmlega eins og þeir eru. Og það er líka... Og við erum aldeilis með svona próf í gangi í heiminum í dag. Endalaust, það er verið að reyna okkur aftur og aftur í þessu. Eigum við frelsi til þess að leyfa öðru fólki til að vera það sem það er og vera það. Já, Adyashanti segir, sko, það er ekkert mál að þykjast vera einhverja andlegri vegferð en reynið það gagnvart fjölskyldumeðlum ykkar. Já. Skilurðu? Já. Og þetta er nákvæmlega þetta sem þú ert að segja. Ef maður er alltaf að reyna að breyta öðru fólki, sem að maður er hefur oft gert segur í gegnum tíðan að reyna að breyta fólki. Sérstaklega þeim sem eru fjölskyldumeðlimir. Já. Þá er maður að reyna að setja aðra mannesku í eitthvað mót sem að manni finnst að hún eigi að vera. Þetta er náttúrulega bara algjör tótal klikkun, sko. En þetta er erfiðast, að leyfa fólki að vera eins og það er, haga sér eins og það haga sér, án þess að hafa á því skoðun eða án þess að það trufli mann. Og þetta er mjög erfitt vegna þess að ef maður reynir að gera þetta og svo byrjar manneskjan að lifa lífinu eins og hún lifir lífinu og maður finnur að það eru ákveðnir þættir í viðkomandi sem eru alveg að gera mann brjálaðan, skilurðu, eða eitthvað, sem manni finnst athugavert. Og þá nefnilega situr maður uppi með þetta. Ef maður ætlar ekki að fara að gagnrýna viðkomandi, þá situr maður upp með það að horfa á þessa hegðun og spyrja sjálfan sig. Af hverju er þetta að pirra mig? Af hverju get ég ekki sleppt tökunum á þessu? Þú veist, hvað er að þér, kona? Og yfirleitt er það þá vegna þess að viðkomandi gerir eitthvað, segir eitthvað, hagar sér, þú veist, er í æði sínu á þann hátt að það speglar eitthvað inn í okkur. Kannski hefur maður einhvern tíðan sjálfur hagað sér á þennan hátt, kannski löngu hættur því en vill ekki vera minntur á það. Kannski sér maður nákvæmlega að eitthvað sem viðkomandi er að gera er eitthvað eins og maður hefur nákvæmlega gert sjálfur einhvern tímann og maður skammar sín fyrir það. Skilurðu, eða er í einhverju svona sjálfsfyrirlitningu gagnvart því. En þetta er mjög athyglisvert að skoða hvað gerist innra með manni ef maður hættir að vera allt í þessu viðbragða því að, þú veist, af því að við erum alltaf, í hvers skipti sem ég svara þér eða horfa á þig eða bregst einhverju sem hún segir, þá er ég líka, ég er að leggja línutna með það hvernig þú vilt vera. Nei, já, bara hvernig okkar samtal mun þróast. Skilurðu, vil ég breyta því einhver leiðindi eða vil ég halda því opnu þannig að við getum haldið áfram að krefja hluti. Ef ég segi bara nei, Dóri, þetta er ekki rétt hjá þér, þá er ekkert samtal. Nei. Og þannig er einhvern veginn allt núna í heiminum. Nei, þetta er ekki rétt hjá ykkur, þetta er rétt hjá okkur. Og þá er ekkert að tala saman. Skilurðu?
þá lendir maður ekki í svona skemmtilegu spjalli eins og maður lendir í við til dæmis. Heyrðu, en ég kom með bók, ég kom með hana og ég reikna með að þú sér kannski líka með bók. Já. En ég ætla samt að koma með þessa því að mér fannst að passa. Sko, ég fann í Veistu, bóka... þú ert eldri, þú mátt vera á undan og það Já. allt í leið. En þú var samt á undan leikkona en ég, sem að þú skilur af hverju ég segi þetta núna rétt strax, af því að þegar ég sótti í leiklistarskólanum þá hjálpaði þú mér í inntökuprófum. Og, Alveg er ég búin að glemma því. já, og hérna, því þú varst útskrifuð frá London og ég var búin að vera þannig í risaðalinn og svona og svo hugsaði ég bara já, ok, nú verð ég að þora að fara í þessi inntökupróf. Já, nú er þetta rifjast upp. Já, og hérna, og ég valdi mér eintal og kannski hefur þú hjálpað mér með það að velja það, ég veit það ekki alveg, en ég ætla að koma með það til þín og þú hjálpaði mér að æfa það. Steina, ég verð að segja þér frá einu, að þegar þetta er leyndamál, samt ekki, finnst ég að segja frá því hérna. Já, þetta er sko podcast. Já, ég veit, þess vegna ég er að segja frá því. Já, en bara því þú sagðir þetta verið leyndamál, ég bara, ef þú væri eitthvað að rugglast, þá vildi ég minna það á að þetta er svolítið ekki leyndamál, en þegar ég fyrir í Icelandir-vélarnar, þá er svo mikið af íslensku sjónvarpsefni sem maður getur hort á. Nei, ekki segja þetta. Þannig að ég hef, ég horfi á sjálfa mig. Af því það er svo margt sem ég leiki í sem ég hef aldrei séð. Og hvað situr þú bara? Nei, vandræðalegast var hérna réttur 3 af því að það eru 9 þáttar sjónvarpsseri og ég græti í öllum þáttum. Þannig að ég var svona eins og ég færi í gegnum svona grátkast með sjálfri mér. En ertu þá í dulargerfi þegar þú flýgur með Icelandir? Nei, svo þú getur hort á sjálfa þig? Ég halla mig svona fram á borðu og reyna að hafa hendina fyrir skjánum. Ég mæli með að fljúi næst í hettupeysu. Já, ég lækkar svona, það veri, hér með Icelandir flýg ég í hettupeysu. Og ég sem sagt fann þessa bók í skáp hjá mér bara leikriti því ég og allan Shakespeare sko öll bindin og ég hef ekki komið inn bindi af því ég finna að ég er ekki alveg tilbúin að henda þeim. En já, hérna Macbeth bara í þýðingu Helga Hálfdanarsonar. Vitið, kæri hlustendur, það er rosalega mikilvægt að maður er svona leikari að eiga öll verk Shakespeares heima hjá sér. Já, Nico spyr mig einmitt af hverju. Þú veist, ég veit ekki hversu mörg Shakespeare-söfn. Já, eru til. Já. Hér á landi á. Já, hér á landi á, eða voru bara til í minni fjölskyldu, til dæmis mamma verandi leikari. Já. Það er allt það. Heyrðu, en þetta, ég ætla að lesa þennan mónalóg, talandum. Er þetta... Það er Ladi Macbeth sem ég gerði og hún er að leggja á ráðin við Macbeth að hann drepi Duncan, konung, af því að það muni, þá mun spádómur hérna nornanna rætast og hann verði þá hugsanlega konungum, ég minnir þetta sé svona, þú veist. Þetta er alveg svakalega gott dæmi það hvar manneskja raunverulega beygir aðra mannesku undir sinn vilja. Talandum. Þannig að hérna, Lafði Macbeth kemur. Viltu að ég lesa á móti þér? Já, verð þú Macbeth, ég er hérna Lafði Macbeth. Já. Og hún kemur að Macbeth sem að hefur yfirgefið matabóðið sko, eða þar sem hún var að borða, það hefur tekið á móti þarna. Hann er að ljúka kvöldmáltíð, hví fórstu? Spurði hann mig? Já, fór það fram hjá þér? Við gerum ekki meira í þessu máli. Hann hefur sýnt mér sóma á ný og ég hef keypt mér allra líðagullið lof sem vill mig skreita nýtt af nál en ekki vera strax lóað. Og þá var hún alveg brjáluð. Var það drukkin von sem skrýddi þig? Hefur hún sofið síðan en vaknar nú og lítur græn og gugginn á léttúð sína? Svo skal héðan af hugsa til þinnar ástar. Ertu hræddur að vera í dáð og dug sá sem þú ert í hjartan skyrndum? Viltu þiggja það sem óskir þín að dæma lífsins stjást eða vera samt að sjálfsíns dómi bleiða sem felur ragmennskunni að vekja viljan að dæmi kisu í kviðlingnum? Ó, hættu! Allt þori ég sem hæfir heiðri manns og hver sem þorir meira er ekki maður. Ok, hún hugsa sem það. Hvaða dýr lét þig ljúka upp þessu máli fyrir mér? Þú veist, þegar hann sérst lofaði henni að drepa Duncan. Maður varstu að þora það og að þú reynist meir en þú varst þá gerir þig mann að meiri. Hvorki stund né staður hæfði en hvorugt latti þig.
Nú spratt hvort tveggja fram og tækifærið þurrkar þig út. Lagt hef ég barn, og svo reynir hún aðra leið, lagt hef ég barn á brjóst og veit að yndi að elska það og mylkja og hefði sem það brosti blíðast við mér svift geirvörtun úr mjúkum munni hans og slegið utan hans heila hefði ég svarið það líkt og þú. Ef okkur skeikar. Skeikar! Skrúfaðu heldur hugrekkið í botn og hvergi skeikar. Þegar dungan sofnar og það því fyrir sem ferðaþreytan dregur í djúpan svefn, sveipa ég þeirri vímu þjóna hans tvo með svola drykkjusvalli að minnið heilans vörður verðað reik og vitsins hvolfskál aðeins gufuhjálmur á bruggkatli. Þeir velta dauða drukknir í svefnin eins og svín og hvað það sem þér og mér þá ekki unnt að fremja á dunkan varnarlausum? Já, og ljúga á fulla þjóna hans sem hljóta sök vors mikla lífláts. Al þú sveinbörn ein, í þennan harða málm skal ekkert móta annað en karlmenn. Sannast ekki sökin á svefnpurkurnar tvær, hans skála nauta, þegar við ötum þá í blóði og hnífum þeirra er beitt. Ok, Já. sko, ég gerði þessa 3 kafla og þú leikstýrir mér. Ég skildi ekki orð af þessu. Þú þurftir að útskýra hverja einustu setningu fyrir mér. Þarna er ég 22 ára. En þú skilur svona. Þú skildir þetta alveg, sko. Og gast útskýrt þetta fyrir mér. En fyrir ykkur sem er að hlusta, sko, hérna, sem sagt, hann var búinn að lofa að drepa dungan, en Macbeth, sko, fær bara skeit í brók, sko, og bara fer í burtu. Hann fær kalda fætur. Alveg cold-feet, sko. Já, hann er ekki morðingi, hún er að egna hann í að verða morðingi. Já. Verða morðingja og hann náttúrulega treysti sér ekki í það og þá notar hún öll brögð sögunar til þess að reyna að stappa í hann stálinu. Með því að niðurlægja hann, sko, hún niðurlægir hann, hún lyftir honum upp. Hún hræðir hann, hún sko æsir hann. Já. Hún notar, sko, þú veist, þetta er svo brilljant af því að hún sko, já, hún bara notar öll trikkin í bókinni til þess að reyna að fá hann til verksins. Já, og fer meira í mýktina, þú veist, ég hef verið með Algjörlega. barn á brjósti og það er það fallegast að sjá allt þetta. En ef ég er búin að lofa því að gera eitthvað, þá tæki ég barnið og slægi því utan í stein svo heili þess liggi úti. Ef ég er búin að lofa því. Sko, hún er ekkert blávatn, hún leit í Macbeth. Nei. Hún er ekkert blávatn. Ég er ekkert viss, ég verið til ég að vera skildinni. Nei, Ha. ég var allavega, ég Hún er er rosa svona- glöð, hún er ekki mamma mín, sko. Já, guð minn almáttugur, já, hún er svona full kaldrifjuð fyrir minn smekk, svona til Já. að hafa hann í mikilli nálægð, Já. skilurðu? Þú veist, ef hún var í okkar vinkvennahópi, Já. Lady Macbeth, Já. og við værum svona að reyna að vera andlegar og vera ekki dæmandi, Já, einmitt. hún væri svona að segja okkur frá þessu, svo er ég að hugsa að fá bara Macbeth Já. til þess að drepa hann, og þá náttúrulega er framtíð okkar björt. Já. Og við mættum ekki hafa skoðun. Nei, mættum ekki að skoðan á þessu, af því að við höfum semst ekki skoðanir á hlutunum, af því við vitum að það er ekki sannleikur, skoðun er ekki sannleikur. Nei. Við erum bara að vera, já, er þetta sannleikurinn, værum við bara, hér er sannleikurinn, núna vinkon okkar ætlar sér eitthvað og er að hreyfa eitthvað. Og svo náttúrulega vitnar hún í nornirnar, sem eru þá einhvers konar svona yfir skilvitlegar skynjanir sem að hvort sem nornirnar voru þarna eða ekki. Allavega þetta er eitthvað svona, ég færi sem vinkonan færi svona mikið að spá, já, ok, þetta er nú kannski, ef að spákonan er búin að segja það, þá kannski á hann einmitt að verða kóngur og hún á að verða drottning. En hugsaðu þetta er svona, sko, hún er ekki bara að gera hann meðsekan, hún er að gera hann að sökudólki. Já. Skilurðu? Og hún ógnar honum með því að hann sé ekki karlmaður nema hann gera þetta, hann sé einskis nýtur og sé bara, hann er bara aumingi ef hann hefur ekki hugrekki til að gera þetta.
hvað má bjóða þér að drekka, viltu kannski kaffi vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Já. Og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur í gegnum svona poka. Ok. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta Já. sem er bara eins og bum, atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda, ég vil þetta rauða. Ok. Rúbín, kaffi, á öræfum. Já. Það eru nornirnar þrjár. Nornirnar þrjár. Þrumur og eldingar, 3 nornir birtast. Nær skal þeist til þings á ný, við þrumur, regn og veðra gný. Þegar rósta þessir öll, þögnuð óp og sigur köll. Fyrr en sest sól við fjöll, Hvar skal mæst? á heiðargrund. Höldum þar á makkbeðsfund. Ég kem, kísu grei, Kallar padda, bráðum, ljótt er fagurt, fagurt ljótt, flögrum gegnum svæla á þokunótt. Ég ætla að segja þér hérna, hún Jana Ross sem kom hérna og leikstýri Mávinum og er bara einn frábærasti leikstjóri sem ég hef unnið með. Hún, eitt fyrsta verkefni sem hún gerði eftir hún útskrifaðist var í Berlín. Þá gerði hún Macbeth og þá hugsaði hún hvað fengi fólk í áhorfendur til þess að, þú veist, að gæsa á þeim, að húðin myndi á þeim rísa, eða hárið myndi á þeim rísa við það að nornirnar kæmu. Og hún var með 3 dóbermannhunda og setti mæk á þá og lét einhvern halda í þá og þeir komu gangandi inn eftir gólfinu í leikhúsinu, þannig að áhorfendur heyrðu bara og þannig að þeir náttúrulega augljóslega fóru ekki með textan, en hún sagði bara hvernig get ég náð því sem að Shakespeare var að reyna að ná fyrir 500 árum síðan eða 400 árum síðan með nornunum. Hvað þarf til þess að nútíma áhorfandi verði fyrir sömu áhrifum? Finnst ekki svolítið cool hugmynd? Jú, þetta er mjög cool hugmynd. Við leikum í skóla úti og ég var einmitt ein af nornunum og þetta var sko, já, þetta var svona kúk og piss leikhúsið. Við vorum sko allar naktar og allar sko í drullu á gólfinu og þetta var svona, þú veist, komum eiginlega upp úr svona leðjuhaug. Já, en þetta var gaman að leika þessar nornir, sko. Er það ekki? Jú, mjög skemmtilegt. Sko, Macbeth-sýningin sem var upp í Borgarleikhúsi fyrir 2 árum sem hún Úrsúle gerði, sem er svo Litáen, nornirnar voru alveg frábærar þar. Þær voru eins og þær kæmu inn úr sko tölvukerfunum. Þær voru bara þær voru með svona skrítin augu og og þær voru svona uppfærðar manneskjur með smá svona chip í sér. Já. Ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já, þú veist, ferðalagarsjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn, nýi sófasjóðurinn, skilur. til dæmis, já, og frábær kaffivélssjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. Vá! Þetta er sama svið, sem sagt, Lafði Macbeth kemur. Já. Þú ert hún. Bíddu, hann er ekki búinn að drepa þarna? Jú, er það ekki? Jú, hérna er hann búinn að drepa það nefnilega. Já. Þar sem þeim varð að vímu er djörfung mín. Það sem þá slökkti sló mér eld. Þey, hægar. Uglan að hrína. Hringjarinn sem kastar kaldlastri nætur kveðju. Hann fer til þess, dyrnar á gátt og drukknir þjónar spotta starf sitt með hrótum. Mengað hef ég mjöðin, svo fjör og dauði deila, hvort þeir skulu lifa eða deyja. Hún er búin að eitra þess að mannskapnum. Já, og þeir eru sofnaðir, þess að verðirnir sem hún lagði á ráðinum og hún myndi svæfa þá. Já. Þá kemur Macbeth. Hver er þar? Hvað? Hó? Óvei. Ég óttast þær hafi vaknað og verkið ógert. Högg sem ekki hæfir, glatar oss. Þey! Ég gekk frá því hnípnum þeirra, hann hlaut að ná þeim. Höfði hann ekki svefni líkst föður mínum, gat ég gert það sjálf. Bóndi minn! Macbeth kemur. Ég framdi verkið. Heyrður ekki hark? Ég heyrði vol í uglu og flugnasuð. Varst þú að segja nokkuð? Hvenær? Núna. Þjátt minn góður, þú slæfir stoltan styrk þinn. Þú hugsar, svo sjúkum heila.
Sæktu laka vatni og þvoð af höndum þennan limska vott. Því tókstu þessa hnífa með þér hingað. Þeir verða að liggja þar. Nú ferðu með þá og atar blóði þjónans. Fer hvergi, mér ógnar verk mitt, ekki dirfist ég að sjá það aftur. Reykvult þitt ráð, réttu mér vopnin. Sofendur og dauðir eru aðeins myndir. Augu barna skelfast, málaðan djöful. Bara ef honum blæðir, skal ásýnd hinna greift í rauða gull. Því gilt skal þeirra morð. Já, nú er hún búin að peppa hann upp í að myrða mann og hann er búin að því. Ég veit það. Já. Og hann gerði það. Já. Og núna situr hún upp með mann sem kramin af sekt og samviskubiti. Já, og er ónýtur. Ónýtur. Já. Hún er búin að eyðileggja hann. Já. Já. Hún er búin að eyðileggja hann. Hún eyðilagði hann. Herðu, Þú ert með pendúlinn. ég er með pendúlinn og ég spyr, á ég að henda henni? Já! Veistu það, Dóra? Já. Þú mátt henda þessari bók, þú ert búin að leika Lafði Macbeth. Já, ég bæri þess að búin að leika hana í hlaðvarpi. Þannig að, já. Já, hún fer í kassan bara eins og vera ber og fólk getur skoðað þetta og ég vona að þið hafið skilið það sem við lékum. Ekki skildi ég það þegar ég var 20. Þessa þýðingu. Mér finnst það svo merkilegt hvað ég var seinlæs. En hérna, þú veist að því ég skildi alveg núna. En hérna, ég sá einu sinni eina uppsetningu af Macbeth hjá leiklistarskóla í Svíþjóð og þá var svo skemmtilegt, eða þau settu saman fullt af senum úr Shakespeare-sýningum og alltaf þegar þau voru búin að drepa eitthvað þá settu þau á sig rauða gúmmíhanska, svona uppþvottahanska. Já, flott. Það var ótrúlega flott. Áhrifamikið. Jeps. Já, mjög flott. Svona ég man þetta, kasta þessi í pottinn. Hérna, ég er með smá móral núna út af einhverju, gafst þú börnunum sumargjafir daginn þegar það var sumardagurinn fyrsti? Nei, ég gerði það ekki. Gerðirðu það þegar þau voru lítil? Nei, ég gerði það aldrei. Ég held að ég hafi ekki fengið sumargjafir. Það er ekkert svona í mér svona sumargjafa element. Ef að vera með móral yfir þessu. Gafst þú þínum? Já, Já, þú gafst þeim. Já, nei, ekki núna, en ég gerði það þegar þau voru lítil, Ég var einmitt að, þegar maður fekk sumargjafi, ég fekk sumargjafi þegar ég var lítil, en það var eitthvað svona, bara eins og sippiband eða teig. Já, ég fekk svoleiðis reyndar, já. Eitthvað svona. En ég man samt líka eftir því að það gleymdist stundum. En stelpurnar í götunni fengu, en mér fannst rosalega gaman, einu sinni fékk ég svona stóran súpubolta. Mér fannst rosalega gaman að eiga súpubolta. Ég segi bara blessuð sé minning hans. Já. Hvað er alltaf að sé? Ég held að ég hafi étið hann. Þú veist að því það var hægt að bíta í hann og hann byrjaði að kurlast svona í sundur. Finnst þér ekki merkilegt, Dóra, að allt dót sem hefur týnst samt einhvers staðar? Já, einmitt. Það hefur ekki farið neitt. Nei, einmitt, nákvæmlega. Þú veist, og jafnvel þótt að sé, þú veist, farið í endurvinnslu og eitthvað, hvað er það ennþá til? Já, einmitt. Og allt, ég meina, það er ekkert það að eitthvað hverfi sporlaust, það er allt einhvers staðar. Já, það er náttúrulega alveg magnað, Og þá fer ég að spá í það að, getur maður það ekki bara verið rólegur þegar maður týnir einhverju, að því maður veit að það er einhvers staðar. Já, eins og gleraugun þín. Já, eins og Fínu gleraugun þín. Ég veit það. Ég er með svona tilfinninguna að þau muni birtast. Ég labba stundum í húsinu heima hjá mér, þegar ég týni hlutum og tala við búálfana og segi búálfar. Viljið þið koma með dótið? Já, og svo strýk ég svona höndunum yfir borðfleti og svoleiðis, af því ég held að það var einhver vinkona sem sagði mér að þeir leggjast ofan á hluti. Já, einmitt. Og fela það fyrir þér. Þetta sagði Amólína líka, það er svona einmitt, það er svona eins og það sé settur einhver svona hulishjálmur yfir dótið. Já. Þannig að það er kannski alveg í augsýn en samt sér maður það ekki. Já, og þá verður maður að strjúka svona svo búálfarnir farið. En af hverju ættu álfarnir að vilja að ég gæti illa lesið? Er það vegna þess að ég á kannski vera bara meira svona inn á við? Já. Þegar það verið að taka inn upplýsingar annars staðar frá, hvernig lestu? Nei, ég meina, ertu ekki með önnur gleru þannig að þeir eru ekkert að koma í veg fyrir að þú lesir.
Nei, en það, þú veist... Þetta voru svolítið fín Já, já, en... Barstu nú mikla virðingu fyrir þeim? Ég bar mjög mikla virðingu fyrir þeim, Já, sko. ok. Já. Ok. Ef þú finnur þau ekki, hvað ætlar að gefa þér langan tíma? Hvað var þetta? Hvað var kötturinn að gera? Slóa hann? Kötturinn? Var þetta ekki kötturinn? Nei, blómi bara allt í einu hreyfði sig. Þannig að blómálfarnir eru að láta vita af sér. Blómið hreyfði sig, Dóra. Já, já, ég sá það. Það bara kom allt í einu bara, ég meina það er engin köttur í blóminu. Nei, ég held það bara færði til eitt laufblað. Já, þetta er svona, þetta er kannski er þetta búálfur sem að sló þarna í til þess að láta vita að hann er þarna. Við berum virðingu fyrir ykkur, við vitum að þið eru hérna. Já. Og ef þið eruð, við erum ekki að ná af hverju þið viljið fela gleraugunennasteinu, 9 gleraugunennasteinu. Nei, og ef þið eru þarna, þá þykir mér afskaplega vænt að þið skuli búa hérna hjá mér. Já. En mér langar rosalega að finna þessi gleraugu, af því að mér fannst ekki bæði voru náttúrulega rétt fyrir mína sjón, en svo voru þau líka falleg. Já, þau klæddu þig mjög vel. Já, klæddu mig vel, sko. Herði, við erum búnar í dag. Ok, þá geym ég bara þessa æsispennandi bók sem ég var með og allir geta verið mjög spenntur að láta sér hlakka til þáttarins sem kemur á eftir þessum. Já, þá kemur svo bók. Já. Ok. Bless, Macbeth, þú flýgur í hinn heilaga bókakassa hjá Vesturbæjar. Við sundlaugarnar. Vá, hvað gaman að spjalla við í dag. Heyrðu, sömuleiðis. Það er það alltaf reyndar. Já, já, en þú og ég verðum að